Kæra þakkir Margrét. Það ánægilegt að sjá hversu margir í dag. Eftir að maður heyrir erindi Þóris þá fór ég nú einmitt að hugsa leikfélag Reykjavíkur. Fyrir utan Iðnó stendur stytta eftir Magnús Tómasson sem heitir óþekkta embættismaðurinn. Ég vil að legg til að hann fái bjartsýnisverðlaun Bröstes. Þannig þetta ótrúlegt hugarflug sem að kemur hér fram í álagningu. Þannig að næst þegar þau eru afhenda þá legg ég til að forseti Íslands afhendi þau verðlaun. En ég ætla að ræða atvinnuhúsnæði og þetta nú svona, þetta einföld yfirferð með við þess að Þóri fór yfir en svona aðeins að atvinnuhúsnæði eru aðeins öðruvísi heldur en venjubundið íbúðarhúsnæði vegna þau eru tekjuberandi. Tekjuberandi húsnæði í raun og veru leigugjöld og með atvinnuhúsnæði átt við skrifstofuhúsnæði, iðnaðarhúsnæði, vörugeymslur, hótel, gistirými, afþreyingarhúsnæði og svo framvegis og sérhæft húsnæði og jafnvel golfvelli eins og við þekkjum til að þá forseti Bandaríkjanna á mikið af golfvöllum og hefur í þessu sérhæfða flokki. En aðeins raunverð atvinnuhúsnæðis. Atvinnuhúsnæðismarkaðurinn mjög viðkvæmur fyrir efnahagssveiflum og hér sjáum við verðvísitölu bláu línuna sem verðvísitala Seðlabanka Íslands atvinnuhúsnæði. Og við sjáum þannig bersýnilega að bóluárið 2008 þegar að fasteignaverð fer mjög hátt og svo lækkar það skart eða 63% frá í raun og veru fyrsta ársfjórðungi ársins 2008 til fjórða ársfjórðungs 2011. Frá þeim tíma, frá því að þeir náðu lágmarki hefur verðið hækkað 152%. Það má kannski segja ástæðan fyrir þessari miklu lækkun að fullnustu eignir voru seldar á langt undir byggingakostnaði og í raun og veru lýsir þessi mynd þeim erfiðleikum sem að íslenskt efnahagslíf átti við etja. Og svona aðeins að því að svona hvernig atvinnuhúsnæðismarkaðurinn liggur af öllu atvinnuhúsnæði á landinu að þá 36% í Reykjavík. En hér eru raun og veru fjárhús og allt saman undir. En ef við horfum einungis á verslunar og skrifstofuhúsnæði, þá rúmlega helmingur alls atvinnuhúsnæðis í Reykjavík. Þannig raun og veru miðlæg staða Reykjavíkur sem borg atvinnulífsins ljós. Þannig að Kópavogur kemur þarna næst og svo önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að hér er gríðarlega stór hluti ef við tökum fyrirmyndina að þá gætum við hort á til dæmis sérhæft húsnæði eða jafnvel iðnaðarhúsnæði sem að þjóðskrá skilgreinir. Það til dæmis eins og stórir kerskálar álveranna. Svona aðeins til þess að horfa og það eiginlega búið að fara í gegnum þetta þannig að ég ætla nú ekki að dvelja lengi við þetta en eins og Þóri kom inn á þá eru fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði ekki bara í hámarki heldur sett viðbótar álag á það. Og ég verð nú að segja eins og að ég vona í þessum efnahagsuppgangi sem hefur verið að þá eigi nú sveitarfélög eitthvað orð fyrir báru en það lítur kannski ekki eins vel út í efnahagnum á svona allavega næstu 12 til 18 mánuði. En það líklega ekki þannig. Þannig ég ætla ekki að dvelja við þetta. En bara til þess að sjá fasteignamat atvinnuhúsnæðis í völdum sveitarfélögum þá nam fasteignamatið 777 milljörðum í Reykjavík. Kópavogsbær kemur þarna langt á eftir og þarna aftur þessi miðlæga staða og þarna ekki verið þarna hækkaði gjöldunum 4,7% og Þóri kom inn á hversu mikið þetta verið hækkað í raun og veru mjög meira eða rúmlega 80% gjaldstofninn og kom aðeins betur á því síðar. En þessi gjaldstofn getur hækkað og lækkað eins og við sjáum í Kjósarhreppi þá lækkaði milli ára fyrir gjaldárið 2020. Kópavogsbær hækkaði en Reykjavíkurborg minna og við sjáum hér Mosfellsbær hækkaði töluvert mikið en það hefur mikil uppbygging í því sveitarfélagi. Hvað eru fasteignaskattar sveitarfélagi í krónum talið og við þurfum í raun og veru að hafa tvær myndir. Annars vegar Reykjavíkurborg þegar Reykjavíkurborg í raun og veru mun upphæðarnir það háar að þær komast ekki fyrir á grafið fyrir önnur sveitarfélög og aftur miðlæg staða Reykjavíkur ljós. En við sjáum kannski að þarna
Reykjavíkurborg með árið 2019 og tökum þannig árin 2008, 2011, 2015 þetta á föstu verðlagi og sjáum að fasteignaskattar lækka eftir bólu árið 2008 en eru núna orðnir herri á föstu verðlagi árið 2019 en voru 2008 en þess ber að náttúrulega geta að það töluvert hefur verið byggt frá þessum tíma. Ef við horfum á önnur sveitarfélög þá sjáum við að fasteignaskattar í heild hafa farið svona önnur sveitarfélög hafa fyllt Reykjavík. Kópavogsbær það eru lægri skattar þeir lækkuðu prósentu sína kannski eins og ef við horfum á hér þá horfum við hérna á þessi sveitarfélög hérna þá Kópavogsbær lækkaði sína prósentu og það skýrir hvers vegna þessi gjöld eru lægri hjá Kópavogsbæ heldur en árið 2008 á föstu verðlagi. Þannig að sum sveitarfélög hafa farið á undan með fordæmi og lækkað prósentuna, fasteignaskattssprósentuna, en flest önnur ekki, önnur hafa haft þetta í botni. Svo kannski til þess að taka tillit til þessa fermetraaukningar, þá þarf í raun og veru að reikna fasteignaskatt á hvern fermetra sem er byggður. Og þetta eru fermetrar atvinnuhúsnæðis á byggingarstigi sem er fullbúið húsnæði, 7-8. Þarna sjáum við að fasteignaskattar á fermetr á ári, til dæmis hjá Reykjavíkurborg, eru núna rúmlega tæplega 3.100 krónur á fermetra ári, en voru á bóluárinu á sambærilegu verðlagi 2.900 krónur. Þannig að þarna hefur fasteignaskatturinn bersýnilega hækkað og sama má segja Mosfellsbæ, þar hefur hækkunin verið töluverð. Fasteignaskattar í Kópavogsbæ voru mun hærri en í Reykjavík árið 2008 en hafa lækkað töluvert og eru mun lægri á hvern fermetra atvinnuhúsnæðis en áður. Og það má kannski orða þannig að ef sveitarfélög myndu nú horfa til þess að skatturinn væri einhvers staðar þarna í miðjunni á hvern fermetra að þá myndi ábati bæði fasteignaeigenda batna en hins vegar verður að taka tillit til þess að fasteignaskattar yfirleitt leggjast ofan á leigu og auka þar af kostnað atvinnulífsins. Ég var með erindi á miðvikudaginn frumkvöðlastarfsemi fyrir Íslandsbanka og maður hugsar oft til þess að frumkvöðlar að leita á sér ódýru skrifstofuhúsnæði og jafnvel iðnaðarhúsnæði en þessi kostnaður leggst þungt á ný fyrirtæki og einnig verslun og þjónustu sem er í alþjóðlegri samkeppni til dæmis við netverslun. Þannig að þessi mynd segir í raun og veru þessa sögu og ef Reykjavíkurborg myndi lækka í raun og veru bara gjöldin til bóluársins 2008 að það var ábæti samfélagsins töluverður og eða til dæmis myndi horfa til gjalda eins og þeir í nágrannasveitarfélaginu eins og í Kópavogi. Það sem hefur verið mun lægri á hvern fermetri. Aðeins svona til þess að bera saman við önnur lönd að þá eru fasteignaskattar og þetta tókum samanburð við Norðurlönd og svona sambærileg lönd Þýskaland og Holland að þá eru fasteignaskattar hér sem hlutfall af landsframleiðslu langhæstir. Eða 2% af landsframleiðslu. Í Svíþjóð eru 1% og Svíar eru nú þekktir sem skattheimtuland, þannig að það er ekki eins og en þarna erum við svona aftur komin í að ná einhverju svona heimsmyndi eins og við erum vön en þarna er töluvert þannig skattheimtan og sýnir raun og skattbyrðin er töluvert há á Íslandi í samanburði við nágrannalöndin og ef við horfum á blómlegt atvinnulíf eins og í Danmörku og Svíþjóð þá hljótum við að horfa á þessar tölur þegar við horfum til atvinnulífsins. Tókum eitt dæmi hérna, þetta er verslun ekki í 101, þetta er raunverulegt dæmi, verslun í, svona segja annarkvort í 107-105 í Reykjavík og þarna sjáum við það að þetta er fólk sem búið að vera í verslunarrekstri. Ég hafði ekki tíma, það hefði verið áhugavert að bera þetta saman við eftirlaunakjör stjórnmálamanna. Það er oftar en ekki eiga þeir svipaður fjárhæðir í eftirlaunum sem eru skattfrjálsar. Þú eru ekki að greiða fasteignagjöld af þeim. En segjum að Jón og Gunnar hafi átt verslun í 30 ár og selja reksturinn 2015. Og þau eru að huga sér gott í glóðar að fá 9 milljónir í ársleigu.
og gerður 12 ára leigusamningur og eins og margir sjálfstæðir atvinnurekendur hafa Jón og Gunnar ekki lagt mikið til í lífeyrissjóð og horfa frekar á eignamyndunina og leigutekjur af versluninni sem svona sinn lífeyrir. Við sölunnar eignin metin á 69 milljónir, ákveðleiðandi lánum 34. Við sölunnar á reksturinn reiknar Jón og Gunnar með að ábati að fasteignareksturinn geti orðið 3,2 milljónir á ári, sem þið gefið þeim 9,4% árlega ávöxtun, sem þau geta nýtt til að greiða niður eftirstöðu lánsins eða greitt sér út lífeyri. Árið 2020 eru fasteignagjöld rúmlega tvöfaldast á 5 árum, eins og þið sjáum á grafinu, og árleg hækkun þar á undan var 3,4% að jafnaði. Ábatinn á leigustarfseminni nú þá 2,4 milljónir í samanburði við 3,2 eða 28% lægri en Jón og Gunnar gerir ráð fyrir og lækkar þeir lífeyrinn tilsvarandi. Endurgreiðsla lánsins tæki þá 4-5 ára lengur og það sem verra í núverandi efnahagsástandi þá hefur verslunarrekandinn óskað eftir 10% varanlegri lækkun á leigu. Frá með 2020 vegna aukins rekstrarkostnaðar aðallega vegna samningsbundinna launahækkana. Verði leigulækkunin samþykkt hrapar ávöxtur Jóns og Gunnu í 4,9% í staðinn fyrir rúmlega 9% og mögulega lífeyrir lækkar 50%. Þetta raun og veru svo veruleiki sem margir fasteignaeigendur eru í. Fólk sem hefur verið sjálfstæðum atvinnurekstri, leigir út húsnæði sitt, horfir í raun og veru fasteignana sem sinn lífeyrir, en í raun og veru er þessi lífeyrir skattlagður með ofursköttum. Meðan til dæmis að ef viðkomandi hefði farið í stjórnmál þá hefði hann líklega verið mun betur settur með sínu lífeyrissjóðsgreiðslum. Og þannig að í raun og veru mismunun milli hins sjálfstæða atvinnurekanda sem leggur ekki lífeyrissjóðs og stjórnmálamannsins sem að fær lífeyrisgreiðslur upp í topp er í raun og veru hrópandi. Og þarna er ekki stóreignafólk að ræða, heldur fólk sem búið að vinna hörðum höndum og þetta lýsir þess að í raun og veru þessar ástandi sem er á markaði. En hins vegar svona maður verður nú líka svona horfi hagfræðilega á þetta að fasteignaskattar og áhrif fasteignagjalda á leiguverð að í raun og veru í flestum löndum heims er stór hluti auðlegða bundin í fasteignum eins og Þórir kom inn á. Og fasteignaskattar eru í eðli sínu draumaskattstofn, þar sem eignirnar eru óhreyfanlegar í eðli sínu, algjörlega sýnilegar og skattasniðganga er því næst ómöguleg. Freistnivandi stjórnmálamanna blasir við þegar ákvarðanir teknar að hámarka skatttekjur á slíkum eignum. Almennt séð leggjast fasteignagjöld ofan á leiguverð og eykur kostnað leigutaka. Með hærra leiguverði versnar samkeppnisstaðaverslun og þjónustu en innlend verslun á í auknum mæli í samkeppni við erlendar netverslanir. Kvartanir leigutaka vegna hás leiguverðs og hækkandi launakostnaðar eru því mjög eðlilegar umhverfisefni. En á móti því segja stjórnmálamenn alltaf að bæði ef við tökum leigu húsnæðis, að því ég nú margoft farið fyrir velferðarnefnd Alþingis undanfarnum árum og alltaf útskýrað fyrir þeim hvað kostar að leigja íbúðarhúsnæði, það sé eins og 100% húsnæðislán, plús þau gjöld sem þarf að leggja ofan á, að þá segja menn alltaf að leigan sé of há. En þegar menn reikna dæmið til enda þá er leigan kannski ekki há ef ekki er tekið tillit til fjármagnsávinnings. Sveitarfélög sem eru opinber verða að temja sér hógværð þegar kemur að skattlagningu. Þetta er eðlileg skattlagning en forðast í raun og veru að blóðmjólka mjólkurkúna með ófyrirséðum afleiðingum með hagkerfið. Ofta er eins og maður horfi á stjórnmálamenn séu að skortselja atvinnulífið sem í raun og veru greiðir þá skatta og skyldur og heldur uppi í opinbera kerfi. Þess vegna er náttúrulega ekki raun og veru maður horfir á þetta embættismenn sem á náttúrulega að fá bjartsýnisvelin brösti en hann náttúrulega hann horfir ekkert á hvaðan verðmætin verða til. En bara því að var fréttaskýringaþátturinn Kveikur, þetta er duglegur veitingamaður, þetta er ekki eins og maður sem byrjaði veitingarekstur í gær. Hann er búinn að gefast upp. Það eru fleiri að gefast upp á vegna hás leiguverðs, vegna hás kostnaðar. Við heyrum fleiri og fleiri dæmi á hverjum einasta degi og auðvitað þurfa stjórnmálamenn
að taka tillit til þess að álögur atvinnulíf verða að lækka til þess að atvinnulífi geti blómstrað. Og ef við horfum bara til dæmis, þetta eru nokkra myndir sem hafa verið teknar í sumar, að mér verðum bara að horfa á hvernig er þetta það borgarlandslag sem við viljum horfa á, að það sé aukt atvinnuhúsnæði víðs vegar um bæinn, vegna þess að það sé ekki leigutæki sem geti raunverulegt vegna hárra álagningar og gjalda hins opinbera, að eitthvað verður að breytast til þess að atvinnulífi ná að blómstra. Og þessar verslanir sem hafa lagt upp laupana, margar hverjar verið í samkeppni við erlenda netverslun, veitingastaðir sem er að berast við há launagjöld, háa leigu og háar álögur. Þannig að þetta er nú veru mjólkurkúin. Það eru nokkur dæmi það sem er búið að blóðmjólka mjólkurkúna sem hún á ekki viðreisn á von. En þessu er hægt að breyta og þetta geta stjórnmálamenn breytt í samvinnu við atvinnurekendur og fasteignaeigendur. Og þetta er ekkert mál, þetta er raun og veru óþætti embættismenn þarf að taka brjóta af sér brynjuna og einfalda skattkerfið. En ég ætla að þakka fyrir mig.